ágúst. Your month is here. Ángriðs, og þetta svona official afmælisvika mín núna. Þetta er. Svona the main afmælisvika. Ég á afmæli núna á föstudaginn. Já, þú afmæli á föstudaginn. Það The big crazy. day, 7. ágúst. Já, the big day is here. Já. Og við verðum bara að acknowledge það, því að þessi þáttur, þeir eru kannski bara eitthvað, what? Að því að þessi þáttur, það alltaf þáttur sem kemur út á afmælisdaginn og að því að afmæli í þessari viku þá þetta kom út núna á föstudaginn. But there's been a slight change of plans. Já, ég tók sem sagt skyndi ákvörðun. Að því að það er shitty veður inn í bænum. Ekkert hótel út af þessum helgi sólmyrkva á Íslandi sem ég gæti farið á og gert mér eitthvað dagamun á þessu afmæli. Þannig ég ákvað bara skyndilega að skella mér til Parísar með Benza. Ég elska það. Þannig ég er bara núna að njóta in my favorite city, Paris. Það er hversu yndislegt. Ég elska að þú bara tókst ákvörðuna og þú veist bara að þetta er mér fyrir bestu. Hér mér líða best. Algjörlega. Og svo vikan sem þegar Sunneva kemur síðan heim, þó er svo skemmtileg vika framöndan. Það fyrir að gera svo ógeðslega margt skemmtilegt og þar með talið munum við taka upp afmælisþáttinn. Þannig að afmælisþátturinn Sunneva kemur næsta miðvikudag. Já, af því að ég líka halda afmælispartíið mitt í þeirri viku. Já. Þannig að verður svolítið gaman, en svo vikun eftir þá getur tala um partíið. Já. Hvernig það var. Já, þannig að það verður bara Sunnuvu mánuðurinn. En það er bara, við viljum hafa það þannig. Við erum ekki að fara að tala um mig í þessu þætti, skilur hann. Nei, en í næsta þáttur er afmælisþátturinn. Þannig að bara svo vita þá, við erum ekki að sleppa afmælisþætti, en hann bara kemur nokkur dögum seinna. Þetta hefur gerst áður, sko. Þetta hefur gerst áður? Á mínu afmæli. Ok. Af því ég er stundum júlundum. Þú er stundum júlundum, já. Ok. Þannig að þetta er ekkert new here. Það er alltaf læg. Þið veitir hvernig ég er. Ég vil ekki vera á þessu landi afmælinu mínu. En það er líka bara ekki, þess að taka upp þáttin í okkur flýti. Já. Og viljum bara fá að heyra frá afmælinu hennar frá París. Hvernig París var. Ég elska París, ég er svo spennt. Ég er svo jolly, sko. Ángríns. Ég er svo jolly. Ég er ennþá að býja eftir að þú surpræsir mig. Já, það væri yndislegt. Kemur til mín. I would love to. Ég bókaði borð fyrir fleiri í lönnsinn, sko, bara því að just in case þegar þú kemur. Já. Bara ef einhver vill koma til með það út í París. Já, ég veit þið komið. Það væri yndislegt. Það væri yndislegt. En í dag ætlum við að fara yfir játningar. Já. It's been a fucking while. It's been a while. Já. Og ég er mjög spennt. Ég er nefnilega ógeðslega spennt. Það smá síðan við söfnuðum í þetta, sko. Þetta er búið að vera svona, get ekki tekið það núna og svo bara gerist alltaf eitthvað. Já. Þannig að við þurfum bara sit down and talk about this. Have a ballerina kegs. Ángríns. Pour some tea. And listen. 100%. Og talandi um ballerína, þá er ennþá ballerínuleikurinn í gangi. Ef þú kaupir 3 pakka ballerínakeksi og þú sendir inn mynd af kvittuninni, þá ertu komin í pott og séns að vinna ballerína soundbox. Og þið finnir linkin, ef þið farið inn á ljúfa_líf Instagramið, þar er linkurinn í bæjó. Þannig að ekki hika á þessu að taka þátt, að því að soundbox er geðveikt í öll partí. Perfect. Og slagorð ballerína alltaf dansaði með ballerína, að því að this is a ballerina. She's dancing queen. Þannig að núna getur þú keypt uppáhaldskeksið þitt, notið þessi bótt, en líka átt möguleika að vinna. Það er ekki vera. Nei, það er aldrei vera. Aldrei vera. Ertu ready? Ég er svo ready. Ok. Geðu mér þessar játningar. Ok, ég vona að þið séð með someday. Ég er til í sama strák og Besti. Hvað ger ég út? Ég er alveg sjúkjan. Og Besti er búin að vera til í hann mjög lengi, en mér finnst við ættum að deila honum, en ég veit ekki hvernig ég að segja henni. Hjálp. Deila honum? Já, þú veist, það er kannski önnur umræða. Það er kannski ekki verið að ganga. Nei, þú veist, nefnum við ætla eitthvað svona opið, þú veist, hann þarf líka að vera til í það og alls konar. Það hljómaður svo aukaverkanir, já. Einhver langlóka, sko. Já. Sko, hún er til í sama strák og Besti. Ok, það er greinlega enginn sem þú veist, er með á honum. Nei, það er bara báða til í hann. Segðu þetta þá, eða þú veist, það ekki. Jú, máttu að segja það. Að þú eru sjúkjan? Já, ef hún er alveg sjúkjan, þá er bara svona, ætla þú að gera eitthvað í þessu, annars fer ég ekki. Já, algjörlega. Það má alveg. Já. Og þá kannski hloppar hún á stað, hver á réttin, eða þú veist. Ásamt hinn á réttin, bara pæling, á hún réttin ef hún er búin að lengur sjúkjan. Hinn. Já, kannski að því hún er búin að segja það upp á þetta einhvern tímann, því hún veit greinilega, já. Það á hún smá réttin. Já, en ef hún gerir ekkert í því. Nei, ekki hún gerir ekkert í því. Kannski er líka sjúkið ykkur aðra gæja. Það er svona, þú átt að tala við hana og vera bara, ok, babe, ég bara verða vegina, ég er að verða smá sjúkjan, sko. Allir gera eitthvað í þessu, ekki? Bara, það ekki? Jú,
bara spyrja Þú veist, annars bara, og ef hún bara, ég ætla að fara að gera eitthvað í þessu þá bara fuck, þá varstu bara að kynkja því já. Það er nógu fiskum í sjónum. Þessi fann samt ekki marga fiska þessi næsta játning. Nú. Hún svaf hjá vini sínum og svo besta vini hans sama dag. Ó. Já, ég skammast mín. Já. Veistu, you go ahead. Já, mátt alveg skammast þín. Þú þarfst líka ekki að skammast þín. Nei. Það er samt bara smá ljótt að þetta er viniðinn. Og svo besta vini hans. Já. Það er svolítið mikið af vinum. Þú veist líka að þetta er vinn þinn. Já. Þú þarft að respekt, skilur hann sem vinn. Einmitt. Ok, segðu með mér. Ok. Ok, mér finnst alveg líklega sem búin að taka upp þáttinn því að senda þetta frekar seint. Nei, heppin þú, erum ekki búin að því. En ef þessu skildi ekki vera, þá ég vona þessi að lesa þetta opnum þættin ekki áskrift. Ok, we're here. Málið er, ég er að fara í 10. bekk. Ok, og ég er 99% vissum ég sem OCD og HSD. Ekki þannig að það þarf alltaf að vera beint og fullkomið, heldur mengunar árátta. Ok. Ég er hægt að geta snert pappa minn sérstaklega. Ó. Í hvers skipti sem hann ætlar að leggja hönd á baki mitt eða taka hendurna mínar, þá færi ég mig alltaf að ljósa það. Get snert flest aðra og hef ekkert á móti börnum sem eru oft slímu og svoleiðis. Þetta er bara eitthvað í haustnum mínum á móti pappa. Og ég er 50% hann, en heili minn bara getur þetta ekki. Pappi má ekki snerta mig eða hlutina mína því það annars verða þær mengaðir. Hann veit ekki af þessu og eiginlega enginn. Ég reyndi að tala við stóru systur og hún sagði bara, oh my god, hvað er að þér? En ég ángriðs veit það ekki. Mér langar ekki að vera svona, ég skammast mín svo, en ég veit ekki hvað ég á að gera. Ég get eiginlega ekki farið til sálfræðings út að ég fór fyrir nokkrum árum út á kvíða og slysáfalli. Ég vil fara í greiningu fyrir ádröksun og anorexíu en ég þori ekki að spyrja að fara. Vil ekki að þau horfa á mig öðruvísi og byrja að hafa áhyggjur. Ég þarf samt hjálp. Held ég sé að missa hárið, ég er alltaf rosalega sein á túr, sem heldur merking eitthvað svona. 2 vinkonur mín að vita af þessu með matinn, en ein þeirra er hætt að hlusta mig og heldur þetta sé fyrir athygli. Þannig ég hef hætt að tala við hana eitthvað svona. Þetta hefur verið í gangi síðan í nóvember og hún tók eftir ykkur í desember. Hef talað við hana þetta síðan í byrjun jan. Ég hef ekki hort á mat venjulega mjög lengi og veit valla hvað venjulega þýðir. Það er nauðsynlega að fara að gera eitthvað í þessu og að tala við eitthvað þetta. En ég get ekki gert það án mömmu eða pappa. Ef ég á að byrja eftir að fara, munu foreldrar mínir spyrja spurninga og ég bara kann ekki og veit ekki hvernig ég á að svara. Það er hægt að fara í félagsmiðstöðina og fá ráðgjöf eða sálfræði, fá sálfræðing þar, en það er flókið. Ég er mjög stórt andlit þar og allir þekkja mig. Ég er formaður og ég meðalans ástæðan okkur þessi ráðgjöf er til. Veit ef ég tala við þau, þá munu þau ekki segja neinum, en mér finnst bara eitthvað svo óþægilegt að hitta konurnar á ganginum og þær vita að ég sé að ströggla. Þetta með pappa er ekki eina sem ég er með OCD yfir, en þetta er það eina sem ég skammast mín yfir. Svo er þetta langt en ég þurfti bara að koma svo út. Takk fyrir að leiða mér að ranta og ég vona að ykkur lasi þetta. Takk fyrir að játa þetta. Já, þetta er alveg svona... Þetta er eitthvað sem að þú vildir segja einhverjum en ekki kannski undir nafni. Algjörlega, og það er það sem játningar eru fyrir. Já. 100%. Við erum náttúrulega ekki sálfræðingar þannig og þetta er ekki dilemma heldur. Þetta er bara staður sem þið getur komið og bara játað eitthvað. Já. Það stundum er bara gott að játa eitthvað. Það er, veistu, það er svo léttandi, þú veist, einhvern veginn svona on your chest. Já. Ég er alveg sammála, en þú veist, ef við maður segja eitthvað þá bara, þú veist, það þú muni opnaði við eitthvað hvort það sé manneskjarnar sem eru í þessar félagsmiðstöðu eða fóreldreinir, það mun enginn horfa á öðru stigi. Alls ekki. Og bara svo við vita þá er allir out there struggling. Það er allir með eitthvað. Það er allir með eitthvað. Þannig að konundar á ganginu með aldrei eftir þær eru líka að struggla við eitthvað. Það eru meira bara svona vókað þú ert bara brave að hafa sagt okkur þetta. En mér finnst þetta líka að vera bara svona eitthvað sem að á að vera eðlilegt að geta tala skilur. Sammála. Það er sérstaklega bara með samband með mat, það eru svo ótrúlega margir að díla við það. Og bara að fá hjálp er alltaf bara cool, skilur. Þú veist. Já. Þú átt ekki að vera struggla in silence. Nei. Never. Það er miklu betur líka bara að tala um foreldra sína. Já. Bara segja þeim hvað er í gangi. Algjörlega. Og ég get alveg ímynda mér, þú veist, ég veit alveg, það er erfitt að taka spjallið, en leið þú bara opna munnin, þá líður betur að hafa gert það. Og meiri segja, þú veist,
ég man þegar ég var yngri og mér fannst kannski erfitt að segja eitthvað með mömmu og pappa, þá stundum, og þetta er kannski skrítið en þú veist, ég gerði það samt, þú veist, þegar mér fannst erfitt að opna mig þá sendi ég þeim SMS. Já. Já, Skilurðu? bara skilaboð, Þá var ég bara í bara, rétti. já, þá var ég bara búin að þessu og þau þurftu að taka spjalli áfram. Já, og þú þarft ekki að taka, þú veist, Fyrsta skrefið. já, og líka bara svona að sjá their reaction, skilur við. Mhm. Þannig að já, það er líka alveg gott, bara skrifa þetta niður og... Já, þá geta þau bara komið til þín þegar þau eru aðeins búin að melta skilabóðin sem þau fengu. Já, það er bara svo ógeðslega frelsandi líka bara að segja foreldrar sínum þegar maður líður illa að þetta kemur þér kannski óvart hvað þau eru skilur sig og vilja hjálpa þér. Það gera það alltaf. Já. Maður er hræddur að segja þeim frá og þannig, en það kemur manni alltaf óvart í endan bara, ójá, þetta er alltaf, Já. þau mun alltaf elska mig, Já. skilur. Algjörlega. Þannig að, herðu, næsta hérna. Ég fellti vinkunum mína óvart niður stiga og hún fóbrotnaði og sleit lið og ég held hún hafi bara mistið sig og ég hef aldrei getað viðurkennt það. Fellst hún Hún viljandi? held að hún hafi bara mistið sig. Hún felldi Gerði hún hana. svona Já, aftur á bak? Það er náttúrulega stóra hætla að og ég gera hef aldrei getað viðurkennt það og versta við það var að við vorum í útlöndum í svona girls trip á ég að segja henni. Oh my god. Nei, ég held ekki. Ég held ekki, er það ræðilegt? Sorry, að því að, þú gerði þetta náttúrulega alls ekki viljandi. Nei. Vonaði ég. Óvart stendur. Já, þannig að Fóbrotna og sleit lið. það er hræðilegt. Ég held að það væri ómikið resentment og bara svona pirringur eða þú myndi segja og líka svona lengur tíma eftir á. Já, þú ert eiginlega búin að missa þú veist. Já, veist, það er alltaf gott að vera Glugginn. hreinskilin Já. en þarna og ég held að þú eru bara að lifa með þessu sko, að vera ekki búin að, þú mátt bara játa þetta hér og ég veit það ekki, myndi ég vilja vita að þú hefur valdið mér einhverju broti, skilur Óvart. og ég vissi það aldrei. Já, þú veist, óvart. Já, ég nenni ekki þurfa að kenna þér um þetta. Nei. Bara sjálf ef ég hefði lendið í, Já, þá nenni ég ekki að, svo vil ég ekki heldur að þú kenni þér um þetta. nei, einmitt. Ef þú myndir segja við mér bara, já, ég rakst í þig óvart og það er ástæðan okkur dasniður stiðan. Þá er ég bara, ok, það var samt ekki þér að kenna og gerði það ekki viljandi. Nei, já, og því að hún segir Já. það óvart, já. En gerði hún, þú veist, ég veist ekki, þegar fólk er að labba og svona slærið fætinum, Ég þá hefði hann fundið fyrir því. það er samt ekkert endilega að gera nóg fyrir laust. Já, kannski. Svo hvernig fellur einhvern óvart annars? En þetta er svona, ég hef alveg séð mannesku sem gera þetta við mannesku og hún fer og slítur eitthvað. Úff, það er Bara á hræðilegt. ekki með neitt stiga eða neitt þannig. Þannig að ég er svo skítrædd þegar fólk gerir þetta. Já. En já, ég veit það ekki, þú veist, það fer líka eftir því hvernig vinkona einn er. Heldur að hún muni kenna þér um þetta eða og hvort þú gerðir eitthvað svona djók sem að lætur það svona, Já, eða hvort þú bara actually rakst bara smá í hana. einmitt, þetta fyrir svolítið eftir hvernig það var gerst, Já. hvernig það gerðist og líka hvernig þú brostu við eftir á. Þú varst þarna. Já, að þú sagðir ekkert sorry þá eða Já. ef að þú veist að þú gerir þetta. Já, þess að ég segi þetta er svolítið, kannski er glugginn farinn, þú fekkst hann þegar hún var búin að detta þarna Já. og hljópst til hennar, skilur. Þetta gerir slisin, skilur. En ég skil að það er vont að vera með þetta á samviskunni. Já, það er alveg. Það er vont, sko. Hún er bara endað í gifsi og með eitthvað slitið og það er bara svona brotir oft svo ógeðslega lengi að jafna sig, sko. Ríkalegt. Herra, næsta er líka alveg hræðilegt. Hvað? Þegar ég var 15 ára, þá var stelpa í bekknum okkar sem reynda að myrða ömmu sína. Jó. Það er bara búndur. Já, þessu, No þetta er love you backstory besties. Já, þetta er love you besties. Hvað lofið þú? Hún, það var ekki hún. Nei, eða þú veist, ég veit ekki kannski, en ég menna, Ég er bara að spyrja fyrir vinn. spurðu fyrir vinn, Jesus, Ó, það er crazy. Vá, það er rosalegt. reynda að myrða ömmu sína. Hvað gerir amma? Það var svolítið brútal að fara í ömmuna, sko. Já, amma gæti samt alveg verið Crazy. það er alveg til ömmur. Ásöndur og ekki verið skilin að vera myrt. Nei, þá er engin skili. Nei. Þá er engin skili. Herru, sælaskvísur, ég hef verið með kærastan mínum í tæplega ár. Ok. Hann er mjög fýtt og mér líður eins og ég þurfa alltaf hann er mjög fýtt og mér líður eins og ég þurfa alltaf að biðja hann um allt. Hringja, gera plön og bara yfir höfuð alla litlu hlutina sem skipta máli. Ég veit ekki hvað ég að gera. Ok. Þetta er alveg að fara í töðunar á þér Já. að þú þurfur að biðja um. Það er ógeðslega pirrandi. Það er ógslapirrandi Já. og við tengjum bara, þú veist, ég tengi Já, ógslapirandi þetta við er það. bara ógeðslega mikið svona klassik kallmaður. Svo mikið, þú Já. maður bara eitthvað gaur, gerð þetta bara. Are you not okay? Ángríns. Veist, það er stundum bara ekki, þú veist, svona eitthvað allar snúru tengdar og maður er eitthvað svona, hei, varstu búin að pæli? Þeir náðu ekki að hugsa um eitthvað x mikið í einu eða eitthvað. Nei, það er eitthvað þannig, sko. Já. Það er eitthvað svona,
þú veist, þetta er eitthvað þannig. Já. Ég veit ekki alveg hvað. Ég myndi, þú veist, ef þú segir hann sko strax, þú veist, maður kærast það hvað Tæpla ár. já, hann er fínn. Já, fínn er alveg, Þannig er ég bara svona, ok, Hann á þú að vera getur betur alveg fundið eitthvað sem er æði, skilurðu? já, hann á að vera æði en hann getur ekki hringt og Já. gert plön. Já. Mér finnst bara strax svona smá svona red flag að þú segir hann sé bara fínn, sko. Ógeðslega góð punktur. Þannig að, og líka þú ert búin að við hann tæpla ár, það er ekki komið ár, don't waste your time. Fyndið þau bara eitthvað betra? Þú átt að vera bara þvílík og Já, hamingju þú sem ert í- skýi einmitt, núna, þú sko. ert í besta- Það á ekki að vera neitt. Nei. Þú ert í besta heiminum, Já, sko. þetta á að vera besti heimurinn. Já. Þannig að ég myndi bara segja dump him. Já, bye bitch. Já, þú veist, það þarf ekki að vera einhver hræðilega ástæða til þess að hætta með einhverjum. Það getur Nei. líka verið bara svona, þetta er bara ekki fyrir mig. Já, bara, já, nákvæmlega. Ég er bara með meiri væntingar af þetta. Algjörða. Það er bara góð leið. Það er líka lagi. Mm Ég er í Don't be jealous. áfalli. Hvað? Ég er 17 ára gömul stelpa og ég var að koma heim úr rektinum hádegi því ég sé bílnars pappa fyrir utan heima. Hann er alltaf í vinnuna á þessum tíma, þannig að mjög óvenjulegt að hann sé heima. Ég eiginlega læðist smá inn út með gruna eitthvað og nú sé ég eftir því. Hættu. Ég lappi inn í stofuna og þá sé ég pappa og mömmu bestu vinkonum mína stunda full on á sófanum. Nei. Ég öskra og hleyp út. Ég hringi strax í vinkonum mína og hún segir við mig að þetta er búið að vera svona lengi. Ha? Og hann væri alltaf heima á sér. Og ég byrja að öskra á hann í síman og skella á hana því ég trúi þess ekki. Ég hringi mömmu síðan og segi henni allt. Og hún hætti bara takk og segist vera á leiðinni. Okay. Ég bý grenjandi í götunni minni eftir mömmu og hún kemur ekkert eðla hratt. Mamma síðan hleypur inn og hittir á mömmu vinkonum minnar og pappa og hún trillist. Mamma síðan segir mér að ná í föt og við förum heim til ömmu og afa. Mamma sótt skilnað í gær og mér finnst það bara æði og ég vil aldrei hitta vinkonum mína eða pappa aftur. Shit. Úff. Heima hjá henni í sófanum með mömmu bestu vinkonuna. Þetta er brútal. Já, að þú ert að missa vinkonuna líka. Já, þú veist, pappi er búin að svíkja fjölskylduna, mömmina, mannski sem valskar ókslega mikið, skilur, svo þetta líka, þú veist, svo þykir því að potti líka gett vænt mömmu vinkonunar og vinkonæn og líka ógeðslega sást að vinkonæn viti þetta. Já. Var ekki búin að segja þetta. Einmitt. Þú veist að því ég get alveg ímynda mér svo ógeðslega erfitt að þurfa að segja vinkonu sinni bara, herru, mamma mín er að halda fram með pappa einum. Já, bara hræðilegt. Hrikalegt. En auðvitað svika eitthvað vissi það en ekki þú. Það er það og líka, já, veist, en ég skilja hann líka að hafa ekki sagt það. En já, hann vissi að það er bara gangi lengi, skilur, já, ég veit það ekki. Þetta er alltaf mamma hennar líka, skilur. Já. En á hún mann, það er spurning. Örugglega ekki. Nei, örugglega ekki. Veistu, Kom hann það segir ekki þetta hann fram? svo oft heima hjá okkur. Új. Úff. Og lengi Bara hann væri ánað alltaf með heima mömmu á þín að sér. vera búin að sækja skilnað. Já, bye bitch. Sko. Divorce his En ass. þetta er samt alveg hellu upplifun fyrir þig að vera 17 ára að labba heimtíðin Þeir bara eitthvað, full on í sófanum. Þetta er alveg crazy dæmi. þetta er bara eins og eitthvað bíómynd, sko. 100%. Úff, maður, I'm so sorry. Fyrirvændi kærasti, eina bestu vinkonum mínum, var alltaf að reyna við mig. Fyrirvændi kærasti, eina bestu vinkonum mínum, var alltaf að reyna við mig. Það kom alveg svaka drama úr því í mars-apríl, en það listist. Svo núna í mæ-júni, þá gerðist það aftur nema svona 5 sinnum verra. Því að maður byrjar að senda á mig líka. En hann var alltaf að tala við mig sambandið þeirra og hvað hann sé eftir að hafa verið vondu við hana. En hún vissi ekki að því að verðum að sendast á milli. Þau eru núna að byrja aftur að hittast. En hann reynir í hvers skipti sem við erum einhvers staðar á sama stað við mig. Já, reynir í hvers skipti sem við erum einhvers staðar á sama stað við mig. Ég og stelpan erum better than ever, en það er líka því hún veit ekki alla söguna. Tell her. Já. Þetta er obviously gæi sem að Er ekki fyrir að næs við hana? Já, hann var vondu við hana. Já, veist ég mitt. Þú veist, nóg að segja bara eitthvað, sorry, ég var vondu við hana. Það var bara, ok, þú veist, bye. Nei, líka, þú veist, hann er að reyna við þig og þú Já. ert vinkonunnar. Pældu þá öllum hinum gælurum sem hann er að reyna við. Einmitt. Sem að þekki hann ekki neitt. Og þó að þessi byrja aftur núna, þá var hann enda að reyna þig. Já. Á maður ekki alltaf að segja, Myndir ekki, jú, þetta er erfitt samræð til þess að hafa. ég myndi alltaf segja það. En please let me know. Já, Bara, oi, don't make a mug out of me, nei, sko. don't make a mug out of me. Nei.
og ég myndi hata þig meira, ég myndi frétta þetta long way into it, bara hvað byrju, er þetta alltaf búið að vera í gangi, sem bara strax. Nei, þetta er ógeð. Ég myndi segja henni þetta. Að þú ert ekkert búin að vera act on it, right? Hún alltaf lætur ekki hann. Nei. Það var bara tell her. Já, og líka bara ef þú var að því, skilur, hún hafði ekki skilið og þessi bæði bara eitthvað skotningur þörru eða eitthvað þannig. Nei. Eða eitthvað reyna einhvern. Nei. Ég er búin að vera að fela fyrir kærastu mínum í næstu 2 ára að ég taki vöruna. Vá, það er alveg metnaður. Það er metnaður. Þú hlýtur að gera það, veist, frekar lítið af því. Já. En kannski, það sést ekki á sumum. Nei. Það sé mér vörni. En bara dollan og allt, skilur við. Einmitt. Það er alveg rosalegt. En af hverju ertu að fela það fyrir honum? Einmitt. Og þú bótt eitthvað svona gauð sem bara mátti ekki taka vöruna. Já, þetta ekki. Hvetjum enga þess að taka vöruna, en þú veist, þá er enginn samt að segja hvað mátt ekki. Nei, algjörlega. Þú veist, það er alveg svona, þetta er fín lína, sko. Já. Þú veist, alveg svo gauður var eitthvað, hvað ætlar að fá þér annað friðinsglas? Þegar þú er bara með fullan aldur til þess að fá þér glasskilur og allt þetta, þú veist, það er líka svona, ég er bara að segja að það má enginn stjórna þér. Algjörlega. Þú veist, auðvitað er ekki hollt fyrir mann að fá, þú veist, taki vöruna að drekka mikið af friðvinni, skilur. En það er bara þitt, sko. Já. Herru, vinkona mín stal strákurinn sem ég var búin að hrifin af í 2 ár og bauð mig svo að vera third wheelera. Skilur, what? Új. Þetta er svona eins og fyrsta játningin, þar sem ein er búin að vera hrifin af einhverjum í, þú veist, lengi og þannig er vinkonan búin að stela honum. Einmitt. Var hrifin af hann í 3 ár? 2 ár. Akkur er þetta ekki löngu búin að gera eitthvað í því? Já, en ok, ef þú gerir eitthvað í því og það gekk ekki, þá gekk það ekki, then it's not for you. Já. Það má hún alveg taka hann, við búum að eigu. Já, einmitt. Help. Það er ekki mikið af fiskum. Þú ert svo náða bara fullt af fiskum. En það er ekkert svo mikið af þeim, sko. Nei, en þú veist, líka bara að þau eru saman í skóla og eitthvað, það er ekkert eitthvað, þetta er ungt fólk, það er ekkert eitthvað mikið hægt að fara eitthvað annað, skilur við. Mitt. 100%. En já, svo lengi sem að hún var ekki, þú veist, búin að vera eitthvað með honum, þá finnst mér allt í lagi að... Ég samla. Já. Það er ekki búið að krossa neina þannig línur. En já, hún hefði náttúrulega alltaf frekar að hjálpa þér að, þú veist, approacha hann að gæja ef þú þorðið ekki eitthvað þannig. Já. Lókslamberg sér kannski þorðið ekki. Einmitt. En þú þarf líka ekki að vera þetta var líka bara ekki meant to be þá. Ég svara það, skilur. En þú þarf líka ekki að vera þörtvílegar, slepptu bara að vera með þeim. Já, og svo myndi bara alveg finnast hann bara ekki eftir 2 ár, sko. Já, 100%. Bara believe us. Herru, ég og kærasti minn höfum oft kósikvöld. Við erum 19 ára. Og við erum oftast bara á náttfötunum og hann þá bara nærbuksunum út, hann sefur í því. Og ég teki eftir, hann treður sokkum inn í nærbuxnar. Hættu. Og ég veit ekkert hvað ég að segja við hann. Hann er líka bara með rosa meðalstórt typpis og ég veit ekkert af hverju hann gerir þetta. Hvað ég að gera? Hættir og alveg. Þetta er alveg mest crazy sem ég heilt. Það var 15 ára að drepa sko ömmu sína, þetta er mest crazy sem sunnaði heilt. Já, þau eru par. Já. Heldur hann veit ekki hvernig tillingurinn það er eða? Einmitt. Þetta er sko... Þetta er vandrarlegt. Þetta er ekkert eðlilega vandrarlegt. Og hversu stór sokkur, er þetta íþróttasokkur, er þetta hælasokkur, hvað er það að reyna? Og svo bara eru þau bara getting it on og hún þá bara taka sokkinn. Nei, það er ekki hægt, sko. Sorry. Og með meðalstór typpi. Já. Who hurt you? Já, who hurt you? Pottu tegur fótboltspilari. Hún gríns. Þú veist, bara eitthvað svona lítil í sér og klefastemmingu, eitthvað svona, allir að tróða sokkinn á sig og eitthvað. Einmitt. Ég veit ekki hvað þú að gera. Ég myndi bara spyrja. Ég segi bara, gauður, hvað þú að gera? Ég bara, akkur þetta með sokkana. Þú veist, bara spyrja. Já. Svo aftur, að þið fyrst óþægilegt, sendu bara SMS. Sendu SMS. Svo herðu. Hæla. Ertu með sokk? Það var kannski. Eða spurðu, veistu minna... Veistu sokkana mína? Ertu nokkuð með sokkar nálagt? Oh my god, þetta er ógeðslega við. Ég myndi skilja meira að þetta var eitthvað svona first impression, þau eru bara kannski... Já. Hann er bara eitthvað labba og reyna eitthvað að sína sig, en eða þú er bara með honum, það er bara, you know. Já, bara ofta átt kósikvöld. Kannski er það ekki búin að sofa saman. Nei, kannski ekki. Kannski ekki. En það leiðilegt að hún sé búin að taka eftir því. Já. Ég veit ekki, en er það kannski smá eins og að vera í push-up brjóstaldra? Bombshell brjóstaldrin, Victoria's Secret. Hann alltaf var alveg catfish, sko.
Kannski er þetta bara smá það. Kannski er þetta bara smá það. En Hvað er Kim Kardashian núna að búa til eitthvað push-up stækkunar brók fyrir þá? Já. Það er samt alveg smá crazy að það sé ekki til. Já. Eitthvað sem gefur þessu bara svona gott shape og Einmitt. svo þeir þurfi ekki alltaf að vera á vilji við bara þegar þeir eru einhvers staðar. Já, nákvæmlega. Líka bara þessu gæja sem var í svona speedo, skilu. Akkur er ekki smá shape á þessu fyrir þá? Já, bara svona eins og er inn í bikini toppum og eitthvað. Já, make alveg sens. Í staðan fyrir maður þurfa að sjá bara alveg útlínuna að þessu. Já. Það vill enginn sjá það. Engin. Svo fersk. Herru, þetta er rosa random. En ég alls ekki að vera dónaleg ef þetta hljóma leiðilega. Þetta er rosa random en ég er alls ekki að dónaleg ef þetta hljóma leiðilega. En er ég svo eina sem er alltaf að sjá gömlu TikTokinu á Sunnefu? Nei, alls ekki. Þegar ég er á TikTok search bara, finnst ég bara að finna út að það voru svona allt annan fatastil núna og 2020 var bara svo 5 ár og ég fer alltaf skellilega lægja. Takk fyrir það. Anyways, love you guys. Já, nei, fólk er sko viljandi að finna þetta. Ég samt sko hef alveg oft fengið þetta upp sem ég bara, þú veist, ég skrifa bara Sunnefa, ég ætla bara að fara að sína hérna að þú er búin að vera eitthvað. Þetta kemur efst þar. Já. Af En hverju? það er ekki, það kemur bara eitthvað þar. Já. Og líka, ef fólk er alltaf að klikka á það, þá verður það bara meira. Já. En þetta er ekki að koma for í page-inu á fólki, sko. Þetta er ekki? Nei, ég trúi ekki. Ég held að Nei. fólk sé bara að searcha mig og það er eitthvað sem að sæði bara að skoðu gömlu vídeóin. Já. Það byrja allir að searcha mig og fólk byrja að kommenta á þetta. Fólk er að reposta þessu líka. Aha. Já. Great. Þetta er búliðað mig, en já. Þú veist, varst þú með eins fatasmekk fyrir 6 árum? Kæri hlustandi. Nei, hún er ekki. Nei, það er ekki. Hún segir það bara að fyndi. Mér langar að skvísa en ég veit ekki hvað ég á að byrja. Farði á eins TikTokið mitt og gerði 2020 sunnu og farði eftir átittanum þar. That's where to start. Nei, ég myndi mér þetta erfitt. Já, ég held sko Pinterest. Já, vá, sammála. Bara farin á Pinterest og fá inspo og bara einhvern veginn fara bara eftir stíl þar, bara eitthvað sem stíl sem þú fílar. 100%. Góð punktur. Herru, hérna litlasystir mín sem ofta hlusta á okkur, hún er nýkomin síma og hann finnst það svo spennandi en hún heyrir ykkur oft tala blush og svo spyr hún oft mömmu hvort þú megi fá blush. Svo mamma keypt, mamma keypt bara dóta kynleit fyrir hana en svo hún heldur alltaf áfram og spyr maður ég fá titrara, búllett eða tipparhing og ég og mamma hlæjum endalaust að þessu. Ég held að þetta er líga saga. En hún má ekki hlusta lengur á okkur. Ég held að þetta er líga saga. Þetta er líga saga. Þú er bara að segja þetta til að reyna að láta okkur líða. Já. Það er engin svona ungur að hlusta á okkur, sko. Nei. Og segja bullett og titrar. Já, líka við segjum aldrei titrar og bullett en alltaf. Þetta kemur líka smá hrós. Vildi bara segja ykkur að hjálpa mér svo mikið að hlusta á okkur þegar ég var rosa alvarlega þunglind og átti enga vini en þeir eru svo fokkin fyndnar og kom alltaf gott skap. Og ég er búin að eignast æðislega vinkonur núna og ég er rosalega þakklátt fyrir ykkur. Besta. Love you. Ok, þetta er auðvitað játning sem að margir tengja við. Ég hringi eða tala alltaf í fyrrverandi talking stage. Þú veist, auðvitað þá eitthvað sem svona smá að dúllast með þegar ég drekk þar sem ég sakna svo mikið og ég bara gera mig að fíbli. Oh my god. Ekki allir þetta. Jú, þú veist, eitthvað svona moment sem var bara svona, hvað var ég að gera? Bara akkur var ég sendaði. Man því ég var yngri þá er ég bara alltaf svona, maður kannski að fara einmitt á eitthvað svona stelpu, jumpskilur og maður bara takta mig síðan, ekki leifa mér að syngja, ekki leifa mér að taka hann. Þetta var alveg dæmi, sko. Já, klálega. Ói, hvað ég tengi, þetta er ógeðslega erfitt. Já. En það er literally, mitt ráð væri bara rétt vinkoninn síman. Já, eða bara, þú veist, blokkan og meðan þú ert að drekka ángríns. Bara, já, af því þú ert alltaf að fara að vera dæna eftir bara, hvað var ég að gera? Alltaf eftir að vera að hata að hafa sendt SMS klukkan 2:45. Hæ, ert í bænum með eitthvað, skilur. Hvað er þú að gera? Þú veist, þú ert alltaf eftir að sjá þetta. Hvað ertu? Já. Hrikalegt. En þegar maður vaknar svona eftir hérna, þú veist, erfitt kvöld og erfið nótt og þú veist, með svona eitthvað svona í hjartanu, það er ekkert sem er betra en ein góð Dominos pizza. Ángríns. Og svona alltaf ískalt Coca-Cola með. Já. Nei, alvörni. Það er bara, þú veist, Dominos er bara búin að vera með okkur í þingunni síðan ég man eftir mér. Og síðan þú byrjar að drekka. Já, og ekki bara í þingunni, heldur líka bara á djamminu.
Ángríns. að fara að ná mér eitt ostagott á leiðina heim, sko. Það er ekkert betra. Það er ekkert betra. Ángríns. Bara einsveitt margaríta. Þú veit, margaríta góð. Elskar margarítu. Margaríta er svo ég kaup alltaf einu margarítu fyrir stelpunar. Þú veist, fyrir Emblu og Elisabeth og þær geta að borða það. Og þótt að Emblu reynda að borða í rauninni hvað pizza sem er, en það er þægilegt. En ég borða alltaf mest margarítu. Ég finnst það langbest. Ég Það er bara, uppáhaldspizza það er mín ekki pizza mín. Damn. En já, hann ef ykkur langar að líða betur eftir smá svona samvisku dag eftir tjám, horfa Dominos. Já, bara horfa okkur næs og Dominos og svo næs að súperdósunar og þú getur keypt þær. Já, það er svo næs. Af því að ég hef ekkert að gera við bara 2 litra kók heim til mín, skilur. Ekki neitt. Þannig að súperdósun er perfect. Já, svo sammálaður. Svo sammálaður. Herri, ég er svo ógeðslega hrædd við að gera allt physical ef þið fattið. Og þetta hefur eyðilagt mörg sambönd og talking stages en ég er bara svo scared. Og ég held að þegar þú hittir réttu manneskina Já, sem þú treystir og þá myndi ekki vera scared. Já. Og líka réttu manneskina mun líka alveg bara bíða eftir. einmitt. Þannig að þú kemst yfir Já. þetta stage. Klálega. Stærsta játning hinga til. Ég gjörslega geti ekki lifa án tepósins. I love it. Besta. Herra, hérna er játning. Ég lóki hata bestu vinkonum mína. En hún er bara mjög léleg vinkona og kemur illa fram með mig og hérna vinkonum mínar. En áður að segja mér að droppinni þá er það ekki hægt. It's very complicated. En þetta er mín játning. Æi. Við getum ekkert sagt þá. Það er bara glatað. Það var en segðu henni það? Já, ég hata þið. Nei, segðu henni bara svona, já, heyrðu, ég var laga þess að framkomi eitthvað. Já. Bara mér finnst þú bara ótrúlega léleg vinkona og bara léleg við alla. Já, þú þarf ekki að bara, þú getur alveg komið þessu smá að. Bara, mér finnst það eins og við kannski getum eitthvað að laga samband, eitthvað svona. Eitthvað bara svona, bara smá erfitt hvernig þú ert konar að koma fram við mig. Er eitthvað sem þú ert að díla við? Já. Sem þú vilt tala að því að mér finnst þetta að vera bitnað aldrei mér og vinskapnum okkar. Og mér langar bara að hjálpa þér. Já, ég veit ekki alveg framtíðina ef þetta heldur svona áfram, en ég er mjög tilbúin að vinna í þessu. Og bara geti hjálpa þér, skilur, bara verður bara öllu vilja gerð. Og þetta er ekki líkt þér bara, og ég veit ekki hvort ég mig geta lengur. Einmitt. Systir mín sem er 17 ára bor alltaf í nefi fyrir fram með mig og ég veit ekki hvað að gera. Ég hef reynd að segja henni að hætta og það minnst það ógeðslegt og óþægilegt og hún borða líka alltaf. Hvað ég að gera? 17 ára? Langar að vita hvort þessi yngri eða eldri systirinn að senda þig? Já, það er góð spurning. Þetta er potið yngri systirinn. Potið? Hún er bara svona disgusted by her older sister. Hún er potið meja. Já. Ég veit ekki, ég á líka sískinni sem bor alltaf í nefi. Taktu víti? Nei, ok, ekki gera það. Og það er þetta alveg bullying, sko. Bara, ef þú gerir þetta eftir að posta þessu á TikTok. Það er mjög systraleg. Sem yngri systraleg myndi ég gera það, sko. Það er það fála gott rátt. Það er ekki að hvetja undir í að posta því. Nei, en hóta því. Blackmail her. Þess bara, ef það einhver er að gera eitthvað sem að þú bara tekur upp og sína þig bara, svona lítur þú út. Já, ertu stoltur af þinni framkominni kvöld? Já, alltaf gera þetta og bara, þú veist, hvernig ætlar eignast kærast það? Ég veit ekki. Mitt. Þú vil ekki gæja ykkur gæli sem búið nefn að borða það? Nei, helst svona ekki, held ég. Það er kannski ykkur, ég veit það ekki. Hvort þetta ykkur. En þá kannski langar því það bara. En það er smá soðalegt. Já, það er. Það er smá soðalegt. Sorry, þetta er aldrei ógeðslegt, ég get það ekki, sko. Þetta er ógeðslegt. Já. Sko, svo erum við Sunnuva með reyndar játningu. Allan júlí. Þannig að komin ágúst. Já, játning. Þetta er játning fyrir okkur Sunnuvu. Allan júlí vorum við að tala og þetta væri síðasti mánuðurinn þar sem tepóseðlinn yrði á tapasbarnum. Nú þurfum við að játa. Já. Að við í alvörunni vissum ekki betur. Og við í alvörunni heldum að hann væri á enda. Og þannig að við vorum ekki að reyna að plata ykkur, vorum ekki að reyna að lokk ykkur. Nei, bara... Þetta er bara svo mikill miskilningur. Og hellaður miskilningur. Hellaður miskilningur, þannig að hingað erum við komnar til þess að játa og biðast afsökunar að við vorum að ljúga. Við lugum greinilega. En við vorum bara, þegar við komum staðið að það var ekki rétt hjá okkur, þá skammaðist okkar og við vorum bara, hvernig ég að gera þetta? Sko, við vorum næstu því búin að segja við tapas, bara, ok, að því við erum búin að ljúga sem við gæðum, tökum hann bara úr sölu. Já. En við hugsaum frekar að
Leifi ykkur að njóta góðsæði frekar. Leifi ykkur að njóta góðsæði sem miskilning og vera stærri manneskjan, viðurkenna okkur mistök sem þetta voru og byggjast afsökunar. En á sama tíma tilkynna ykkur að það góðu fréttir að hann verður áfram allar 50. Já, 50. í ágúst. En það er svo mikið skita, sko. Því við vorum nefnilega að tala líka ógeðslega spennandi hluti sem við ætlum að segja ykkur í næsta mánuði. En það er næsta mánuði. Það er næsta mánuði, þetta er bara skita sem að situr bara á okkur. Já, bara... Þetta kemur fyrir besta fólk. Við erum ekki fullkomnar. Nei, og það líka, maður að vinna með fullt af fólki, maður að tala við fullt af, upplýsingar að koma hingað og þaðan og það er alls konar. Já. En þeim langar að hafa þetta lengur og við vissum það ekki. Við heldum að það væri bara búið að semja út í júli. Já. En En surprise! Ágúst líka. Þið getur líka að fara ágúst á tapasbarinn sem er náttúrulega, iconic. Því að við þurfum að fara náttúrulega bara til þess að þú er ammali í þessum mánuði. En eins og við sögðum líka að þetta er okkar besti tebóseðill. Og ef þið hafið til þess ekki smakkað, þú veist, að ég get alveg ímyndað mér að sé svona smá svona túnfisk, það er svona stund, við erum alltaf með eitthvað á matselum okkar sem þeir eru svona, er þetta gott? Believe us. Já, líka fyrir þennan pening þá sakar ekki að smakka það, sko. Nei, og það er líka allir búin að segja okkur bara stærðin á réttunum. Ég haldi kannski að fá okkur pínu litla smárétti. Það er bara full of meal, sko. Já, þú ert svo sattur. It's so good. Þannig að alla 50. Og tebósangarían er alltaf í boði. Já, þú getur farið bara hvað degi sem er fengið sangaríun okkar. En já, bara afsakið þennan miskilning. En þú veist, þessi miskilningur er í rauninu góður. Já, þetta særir ekki neitt, en það var svona eins og verðum að plati ykkur. Já, það var enginn að því. Það var enginn að því. Nei. Við plötum ekki. Nei. Ok. Herðu, ég er hrifin af verðandi skólabróðum mínum. Ég er sérst að byrja í menntaskóla í haust. Ég er ekki alveg að missa mig, en ég hef ekki talað það mikið við hann, en mér finnst það bara svo skemmtilega og sætur. Og ég er hrædd að gera the first move. Það er spennandi tími, svo skoða mig hvort varum við skóla og sjá bakkelistan og I love it. Og... Sko, the first move. Ég held að það væri bara krútt ef að þú myndir senda eitthvað svona, ert þú í þessum tíma? Eða eitthvað svona... Já, ég myndi ekki go hard on it til að byrja með. Nei, bara eitthvað svona, þú veist, en mér finnst það alveg mátt að láta vita af þér. En þeir eru back saman. Nei, bara skólabróður. Alltaf flestir menntaskólar í dag eru bara með... Já, ok, go ahead þá. Að það ekki, bara svona... Jú, ég held að það er bekkjabróðin. Já, nei, þú veist, hún sagði, ég er ekki alveg að missa mig, en það hef ég ekki talað það mikið við hann, þannig að hún hefur talað við hann. Þá finnst mér alveg að vera með inn að segja bara hvað... Bara, erst þú líka bara í FG? Já, erst þú að fara í þennan tíma? Á hvað braut ertu að fara að vera á? Já, bara eitthvað chat, bara veistu hvernig skólinn byrjaði eitthvað? Já, bara klukkan hvað að mæta morgun, eitthvað, þú veist, ef það er eitthvað skólasetning eða eitthvað. Bara gefa svona smá af þér. Af því að, þú veist, it's a hard life out there. Það er, þú veist... 1000 manns í skóla. Já, og greinlega margar stelpur skrotnar í sama gaurnum. Já, vákað mikið af því. Já, bara make your first move, sko. Don't sleep on it. Ángríns. Ok. Þegar ég var 13 ára, þá stal ég alltaf titraminn af mömmu minnar. Já. Hún var einhleyp á þeim tíma og mikið að flakka milli gæja með one night stands, svo ég fekk kynsjúkdóm út af þessu. Oh my God. Og læknandi gátt ekki sagt mér af hverju. Mamma var líka alveg hissa og endanum þurfti ég bara að taka sýklalyf og svo var bara búið. Nú er ég 16 ára og engin veit ég gerði það. Þetta er alveg játning. Er hægt að fá kynsjúkdóm út frá... Titrar hjá okkur öðrum? Já. Já, getur við ekki kynsjúkdóm í rektinni, sko. Damn. Þú getur sest á bekk. Bara það sem að ykkur er með kynsjúkdóm og fekk kynsjúkdóm, sko. Er það ekki bara eitthvað fólk sem heldur framhjá segir? Já, það er eitthvað margir sem nota, en ég held að það sé alveg hægt, sko. Ok. Þú veist, að því að þetta er vökvi, fer í þinn vökva, ég held að það sé bara slímhúð, sko. Já. Ég held að það sé hægt, sko. En það hljómar ótrúlega framhjáaldalegt, bara eitthvað, við tókst þú komið kynsjúkdóm. Ég var bara búin svo mikið í rættiri. Já, ég veit. Bara, en hérna... Það er það sem ég hef heyrt, skilur. Já, maður heyrt þetta, ég held að það sé svona... Ég heyrt þetta líka hangklæði. Það? Hefur ekki heyrt hangklæði? Nei. Ég held að það sé líka svona smá framhjáldara dæmi. Hvað hangklæði ertu að nota sem ykkur annar hefur notað? Svo er það, skilur. Þú ættir aldrei að gera það. Þú tekið annað hangklæði misgripi með eitthvað. Já. What are the odds? Ég veit það ekki. Ég held að sé alveg hægt að smitast út frá ræktinni og 100% titrar, sko. Já, svo sem titrar kannski, já.
Það þurfti kannski bara alltaf nýla að nota. Já, það er svo kannski svolítið blöytur. Skólar ekki á milli eða. Jæja. En þú veist, akkur var mamma hennar ekki líka þá með? Hún var örugglega með líka. Já, en hún var alveg í sjokki. Já, en þú veist aldrei myndir detta þetta í hug. Þetta er bara, já, varst þú að nota tilræðar minn? Ég er með Kingsley John. Þú veit, þú er bara Þetta er erfitt samtal. Þetta er hræðilegt. En mamma... Þetta er hrikaleg játning, sko. Bara, ég myndi ekki sem þú voru að skrifa þetta. Nei, jú, það kemst enginn að Nei, ég veit það. þetta inn, sko. Nei, en þú veist bara, já. Já. Þetta er rosalegt. Já. En allavega, síklarlegin, þetta er bara búið núna. Það er nú Og gott. Já, Ég held bara með kannski, þér. þú getur ekki fara kannski að kaupa þér negin eða þarf maður 18 ára kannski. Hún er 16 ára, já. Kannski er það. Ég veit það ekki. Ég myndi bara biðja með mér titrar, bara að Já, hún bara- kaupi fyrir þig. Já, Í staðin fyrir að nota hennar. ángríns, já. Það sé aldrei, sanitær, svona, hvað segir maður? Hreinlægt, já. Já, ég veit Það sé aldrei nógu mikið hreinlægt í því að nota titrar í okkur öðrum. Samóð þessi mamma Samóð þessi vel þrifin og allt Já. þetta er bara sleppið því. Já, sleppum því alveg. Já. Herru, ég kattfissaði einhvern tíma vinkona mér með Roblox-gaur. Úf, það er alveg ljótt. Hvað því það? Roblox er eitthvað tölvuspil. Það er tölvuleikur, já. Hún er að vera að tala við henni í gegnum Roblox og bara þykjast fyrir ykkur. Akkur myndir að gera vinkona? Það er ógeðslega ljótt. You're not a friend. Nei, það er ógeðslega ljótt. Hæ? Að catfisha er alveg fyrir eitthvað svona alvarlegt, sko. Já. Líka, ég myndi ekki vilja að þú vissi bara hvernig ég væri þegar ég var að tala við eitthvað gaur í tölvuspilinu mínu. Nei, ekki nema ég verið bara Og að það byrja að hjálpa mér að svara, skilur. Skellir lægjandi á mér örugglega. Já. Æ, ég myndi það smá ljótt. Smá? Það er fárálegt. Og kattfissar ekki vinkonina. Nei. Það er alveg Hún búlíðin. er eitthvað skotin í henni. Það hlýtur nú að vera. Hún vill eitthvað svona Já, fá smá ertu þessa skotin? athygli frá henni. Segðu henni bara hvernig þið líður. Eða þú veist bara búli. Já, annarkvort stærstu. Herru, síðasta játningin á þessum lista hérna. Ég svaf hjá strák sem ég skildi í fjórðaætli. Já, veistu, ég held að það sé mjög algengt. Já, allan þessu landi. Já. Fjórða ætlið er líka lóki ekki. Það er samt. Það er Ég er ekki samt. alltaf fimmti upp. Fjórði, þú veist, pushing it, sko. En það getur alveg gerst að þetta er fólk sem voru ekki heitu ættamóðum. Ekki. Nei, þú veist, ég var frenda í fjórða ætlið sem ég hef aldrei hitt, skilur. Einmitt, Komst bara einmitt. að því í ykkur svona dæmi, skilur. Hver djami. Þetta var fyndið, já. Það var Íslendingabók þetta var kom á Facebook eða eitthvað. Það var allt í hennu kom Íslendingabók á Facebook og þá sá ég bara fullt What? af fólki. Er það? Já, og bara fullt af stelpum sem ég hef aldrei hitt. Ok. Og þær eru bara að ná skilda mér, skilur, eða þú veist í fjórða. En ég hef bara aldrei séð á neina ættamótin eitt þannig. Interesting. En það er samt, sko, ef þú veist af því, þá sleppur því. Já. En ef þú veist ekki af því, þá er það gerðist búið leiðilegt, og já, gerst. þið bara þurfa ekki að tala um aftur. Svo líka svo erfitt með, þú veist, hvað margir í Íslandi er einhvern veginn, þú veist, svona rángfeðraðir. Einmitt. Þú veist, það er svo miklu meira en við höldum af Já. þessu. Eða bara, þú veist, er mjög mikið ættindir eða eitthvað inbreeding þannig. hérna. Það er. Já. Það er alveg crazy dæmi, sko. Já. Við erum alveg, þú veist, Nei, það hætti að rángfæðra fólk svo að þú veist, þeir bara gera öllum öðrum bara a disservice. lífið leitt. Já. Líka, sko, við erum það lítið land að þú veist, hvað er bara eitthvað rángfeðrar og svo ertu bara sískinu mitt, Já, skilur. einmitt. Þú veist, og svo bara byrjaði með þér. Já, Það er bara ekki lægi. það er ekki lægi. Þannig að þú veist, bara stand strong, bara ef On your cheating. Já, on your Já. cheating, eða hvað sem það var. Ef þú bannar einhvern, þá ætti að vera í lögum að réttfæðra þetta lið. Veistu hvað ég meina? Akkur er ekki alltaf tekið eitthvað DNA-prófa þessu lið, sérstaklega á þessu landi. Það ætti sko að vera. Bara svo við séum ekki að bulla í ykkur svona. Ég veit að það ætti sko að vera. In my opinion. Já. Og það er ykkur sterkari, reglur þessu fjórmenninga. Já. Þú veist hvernig á fólk að vita þetta? En ég veit það ekki. Nei, þú veist að það er alveg margir sem eiga bara sískina núti. Já. Þú veist, sem bara þú getur verið byrjað með, skilur. Og ég pældi því. Það er smá Pældi ég, það er einhver búin að sója sískinni sinni að þess að vita það. Új. Það er 100% gerst. Ég Örugglega hef oft. gæst í þessu heimi, já. Já, líka bara í Íslandi. Öruglega. Ég held að.
Og veistu eitthvað? Nei. Ok, Please segja mér það. Nei, samt, ég veit ekki sem vilja vita það. Nei, please ekki segja mér það. Ég vil ekki vita það. Það myndi alveg breyta minni, minni heilast það bara greiði fólki sem lendir í því líka, skilur. Új, barasta. Þau vita það eru ekki eins og sjálf. Új, barasta. Þetta væri maður disgusting. En ég meina ekki þér að kenna. Nei. Það framíðaldinni og foreldrinum að kenna. Og svo það. Það allt þeim að kenna. Já. Eða muna afa eða eitthvað. Já, nákvæmlega. Þú veist líka svo mikið back in the days að þú veist þá var svona, ef þú eignast, þess varst ólétt og varst kannski ekki, þú veist, gift eða eitthvað þannig og svo, þú veist, það var bara barnið sendi í eitthvað annað heimili og... Já, eða þú veist, ég veit eina, þú veist, eldri konu sem að skilur varð ólétt og þau voru ekki gift og svona, svo kynntu svona öðru manni og hún bara, hann er bara pabbi batsins, skilur, þú veist, að þau voru ekki neitt, þú veist, þau bara had one night stand, skilur, og hún ólétt og svo kynnast þú manni sem hún giftist, þá var hann pabbin. Einmitt. En alls ekki pabbin, nei. Þú veist hvað ég meina? Þú veist, ég held sér mikið svona. Já. Svona, nei, þetta er bara hann, dólulú. En þegar þú ert þessu ættleitur, eftir á, skilur svo oft sem að fólk bara á pappa sem ekki kannski til staðar og svo bara uppáhaldsfaðin ættleiði. Já. Hvernig er það í Íslendingabók? Þá fer hann sem pabbin. Þannig að það er verið að fokka þig líka í þessu? Jeps. Holy shice. Það er nefnilega málið. Og þess vegna er þetta svo ógeðslega óáreiðanlegar heimildir. Já. Þannig séð í mörgum tilviljum, eða þú veist, mörgum tilviljum. En en þetta er bara hver er skráður pabbiðin. Þetta tengist ekki DNA. Ég hugsa með svona eftir á ættleiðingadæmi, skilur. Já. Bara þú ert hann fullorðin Já, það er spurning, eldri. Og þú veist alltaf hver. Já. Ég held að sé skráð þá þannig að þú ert bara skráður inn því að þú veist, þegar þú skráð Ísland sem pabbin, að þá er ekkert að spyrja sig það. Það er bara smá hættulegt. Það er. Þá það bara fólk að fara fyrir utan landsteina til að finna sér maka. Já, þú veist, það eru fullt af fólki sem að ég skildi fjórðaætlið, sem ég bara, samkvæmt Íslendingabók, sem ég bara alls ekki skild til dæmis, að því að pabbi minn er ættleitur. Einmitt. Og þannig að þú veist, ég með Það er bara fullt af fólki sem þú hefði getað verið með. Svo er það, skilur, en ég bara, það er óslega erfitt eitthvað að útskýra það, skilur. Nei, raun og veru ekki, sko, pabbi er ættleitur, en hver er þú foreldrar pabba? I don't fucking know. I don't know. Þú veit ekki ömmu mína, en ég veit ekki hver pabbans er og... En þau eru svona líka Íslendingar, ekki? Nei. Einhver af þeim? Sem veist ég hver er? Jú, einhver langamma bandarísku ömmunar mínar er íslensk. Já. Þannig einhvers þar er íslensk, þú veist, hann Gunni gæti bara verið bróður minn, skilur. Já, hann gæti vel verið bróður þinn. Nei, hann gæti verið frændur minn eða eitthvað. Já. Nei, ég veit ekki, þetta er hættulegt, sko. Já, einmitt, þetta er það, sko. En já, það er leiðilegt að það svart hjá honum. Óvart, en, það er smá vond. Já, það stendur bara ekkert óvart, sko, en ég svaf hjá strák sem ég skildi fjórðaætliði, en... Hún hefur verið samt vel gert það óvart og komið staði eftir á. Já. Trú ekki verið. Já. Það hlýtur að stoppa þessi fjórðaætliðis. Já. Eða hvað? Kannski ekki alla. Nei. Við erum ekki hérna komin til að dæma. Nei. Þið gerir það sem þið þurfum að gera. Já. En já, þetta var, við þurfum að opna aftur fyrir fleiri, játningar. Já, þetta er skemmtilegt. Mjög gaman að fara yfir þetta og, og margir voru alveg játa. Já, ég fíla það. Já. Ég fíla það. Þetta var svona alvöru játningar. Ég fíla það mjög mikið, sko. En já, þetta er náttúrulega alls ekkert reikjanlegt og... Nei, við sjáum ekki neinn nöfn eða neinn júsunöfn eða neitt. Þannig að það er bara, þetta er mjög skemmtilegt og keep up the juicy work. Yes, please. Og við setjum bara inn bráðlega fleiri svona, Nýtt form. Og veistu hvað líka styttist í hjá okkur í tilbúinu? Hvað styttist í hausttrend? Ég er ógeðslega spennt fyrir því. Ég veit alltaf að klára sumari og hvernig finna sér, en ég er samt alveg svona, ég byrja að fá smá upp á TikTok, sko. Já. Svona haust, ég er svona, svo spennt fyrir því. Baskets. Einmitt. Frá körfurnar. Já. Það er vera vinsalastar í ár. Það er í áskipt að við hvað erum að tala um. Já. The Wicker Man. En annars bara, we love you guys. Love you besties. Og sjáumst í næsta þætti sem afmælistátturinn. Sjáumst afmælinu mínu. Bye.